Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og við ætlum aðeins að forvitnast Aðstæðurnar í Hlíðarfjalli. Og hann kominn til mín, Stefán Gunnarsson, svæðisstjóri, velkominn. Takk. Það var pínu gremjulegt í vor að horfa á fjallið alveg bara fullt af snjó og svo bara allt lokað vegna COVID. Það var nú eiginlega aðeins meira en pínu gremjulegt, það var eiginlega alveg skelfilegt en hérna sennilega besti vetur sem við höfum haft í 15-20 ár, hvað snjó var þar. Já. Og aðstæður alla frábærar en. Já, ekkert vesen með Andrés og Andarleikana hefðu þeir verið haldnir, eins og oft hefur verið kannski. Nei, bara allt úr rúlla sko. Já. En þetta var bara varð að gerast og þið bóknið ekkert, brotnið ekkert, þið bóknið kannski en brotnið ekkert. Nei, það þýðir ekkert sko. Auðvitað var þetta erfitt fyrir okkur að þurfa að loka við þessar aðstæður en það var alveg klárt og það þurfti að gera það. Maður hélt kannski ækoman, þetta er úti og það er kalt en þetta var einmitt að koma frá náttúrulega ölpunum þessi veira þannig að já, og hérna einhvern veginn þrýst best í kulda og þetta hefði þýtt að við þurftum að sko þrífa alla stólana í stólalyftunni eftir hvern gest og þú veist þetta var ekki gerlegt. Þannig að þetta er búið og gert en nú er að koma sumar eða það er komið sumar og alveg að bresta á sumar í fjallinu með hjólabrautum. Segðu okkur aðeins frá því, hvernig er staðan á því? Sko, þetta er svona samstarfsverkefni Akureyrarbæjar og Hjólreiðafélags Akureyrar. Við opnum sem sagt Fjarkan, stólalyftuna og opnum hana núna næsta fimmtudag og hún opin 5., 1., laugardag, í júlí og ágúst. Hjólreiðafélagið er á fullu að græja, það eru 4 eiginlega brautir inn á skíðasvæðinu, hjólabrautir. 2 þeirra eru nú svona dálítið mikið undir snjóa en þá, en við getum opnað 3 brautir svona með góðu móti og síðan eru brautir frá fjallinu, frá skíðasvæðinu og niður í Glerárdalinn og alveg niður að Gleránni. Og þaðan getur fólk haldið áfram, bara Fálkafell. Svo er þetta haldið áfram og upp í Fálkafell og yfir í Gamla og niður í Hvammskóginn og niður í Kjarnaskóg. En fer það fólk bara hreinlega með hjólið sitt í stólinn? Já. Við breytum aðeins lyftunni, setjum á hana festingar fyrir hjól og breytum bæði aðkominu og það sem er farið úr lyftunni, svona til þess að auðvelda þetta og hérna svo er það þannig, þú kemur bara með hjólið þitt, þú ferð í lyftuna og lyftuvörðurinn setur svo hjólið á. Bara einn í hvert stól kannski? Já, það geta farið 2 í hvert stól. 2 hjól. Og og ef það eru börn þá fá við náttúrulega að fara með fullorðnum. En annars reknum við með 2 í hvert stól og hjólinn þá á eftir. Já, í næsta stól. Í næsta stól. Þannig þá kemur þú upp á efri pallinn. Er það stoppað aðeins eða? Já, það er hægt að hún náttúrulega gengur svo hægt yfir sumartíman lyftan. Hún verður að ganga miklu hægar, það eru bara reglur frá framleiðanda eða eru gangandi umferð í lyftunni þá á hún að ganga hægar. Þannig hún gengur hægt en svo bara hægjum við og ef að fólk kemur gangandi sem er líka hægt og mjög góður kostur, þú getur keypt þér eina ferð upp og niður með lyftunni og farið gangandi og annarkvort bara upp að Strýthússkála eða labbað alla leið upp að Harðavörðu eða upp á bungu eða já, ekkert að vera um hjólinn, heldur bara að þú ert að fara að ganga. Bara njóta lífsins ef það er gott veður, það er frábært útsýni, mjög gott útsýni frá Strýthússkála og enn betra náttúrulega. Og fer fólk jafnvel niður með lyftunni líka? Ef þú ert gangandi, þá getur þú farið niður með lyftunni. Og horfa yfir Akureyri. Já. Hljóma vel. Hafa með sér kaffi og brúsa eða kakó og kleinu. Lautarferð í skíðalyftunni? Já, það er bara alveg tilvalið. Þetta er sniðugt. Hvað kostar svona ferð? Veistu það? Ein ferð upp og niður kostar 1100 krónur. Það var ekki mikið. Nei. Þetta er viðráðanlegt. Svo er þetta að kaupa sér dagspassa fyrir þá sem eru á hjólum sem kostar þá rúmlega 4.000 krónur. Þá getur bara verið allan daginn. Þá getur bara farið þess marga ferðir og þú kemst. Allir 4 dagarnir, þessast helgarpassin kostar 10.600 eða kaupa bara fyrir allt sumarið. Já. Þannig þetta er nú ekki stór peningur þannig. Og þið þurfum vantilega þá að nýta ykkar mannskap allt sumarið eða hvað? Þið bara, já. Og þið eru alveg, hvað eru þið marg? Við erum 7 sem að vinnum allt árið upp frá. Svo bætast kannski við og svo ráðum við inn lyftuverði aukalega svona helgar. Þannig það er aldrei lognmódla þarna í Hlíðarfjallinu? Það er aldrei logn sko. Já, það er stundum logn, nei. Það gerist ekki oft. Ekki lognmódla? Nei. En þið voruð með þetta líka eitthvað í fyrir það ekki? Þetta er í rauninni 3. sumarið sem að við keyrum þetta. Sjáuð þið stöðuaukningu í ásókn? Já, það er það. Þetta hafa verið svona í kringum 1200 gestir. Og svo hefur maður bara heyrt af mikilli
aukning á í sölu og reiðhjólum og svoleiðis. Það eru allir að ferðast innanlands. Það allir að ferðast innanlands. Og maður sér marga með hjólinn á toppnum, sko. Já, fullt af fólki með hjól. Þetta getur verið sprengja í sumar. Já, við erum eiginlega að vona það. Já, sérstaklega fólk fara að heyra af þessu, einmitt eins og við erum að gera hér. Akkurat. Já, þetta byrja sérst núna á 5. daginn í þessari viku og þetta eru svona 4 dagar alltaf í senn og svo smá pása hérna mánudögum og þriðjudögum. Já, við opnum sko, það er opið frá 5 til 9 á fimmtudögum, 4 til 8 á föstudögum, 10 til 6 á laugardögum og 10 til 4 á sunnudögum. Já, þetta er svolítið svipað og þau voru að keyra kannski skíðalifturnar, svona seinni partarnir og svo lengri dagur helgar. Já, það er svona það sem við erum að stíla inn á eftir vinnu hjá fólki og svo. En þið eru ekkert að opna eldhúsið og bjóða upp á fröllur og svona? Nei, ekki ennþá. Það þyrfti að vera svolítið mikið meiri umferð. En hver veit? Ef fólk getur beitt okkur þrýstingi með því að mæta og nota lyftuna, þá Og getur þetta, hafið eitthvað tímann séð, þú veist, raðir myndast í þetta? Það gerist, já. Það gerist og það er náttúrulega þarna þegar hjólahelgi Greifans er hérna, það sem er held í síðustu helgin í júlí, þá er mikið að gera og mikið fjör og þá verður þeir að keppa í svona fjallahjólabrunni og svoleiðis, sko. En sko, ef maður er að sjá þessa umfjöllun og á hjól út í bílskúr og hugsa, ég skal líka, þarf sérstakann útbúnað, þurfi þetta að vera sérstök hjól eða getur hver sem er farið? Sko, það er alveg hægt að fara, þú getur alveg prófað. Auðvitað náttúrulega svona algjörlega ódempuð svona götuhjól, kannski henta ekki vel, en það er ein leið sem að fer niður ævintýraleiðin okkar, sem fólk kannski skíðaleiðina sem fólk kannast við. Og hún er nú svona á allra færi og það er engar svona krappabeygjur eða stökkpallar eða neitt í henni. Og þar er einmitt líka hægt að geta farið saman sko með börn, eða eru 2 saman, hún er nógu breið til þess að það er hægt að hjóla hlið við hlið. Þannig að það er að gera að prófa, sko. Já, velja sér bara. Allavega, þú veist, það er engin ástæð til þess að fara að rjúka út og kaupa sér 700.000 króna hjól til þess að prófa. Það er alveg að sjá bara hvort þetta er eitthvað fyrir því. Því að mörg af þessum hjólum sem eru í umferð er einhvers konar fjallahjól. Já. Og sko fulldempað eða framdempað eða eitthvað, þú veist, það er að gera bara prófa. Já. Þetta er ótrúlega spennandi. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Er eitthvað sem við erum að brenna inni með að gleyma eða er þetta bara komið? Við opnum á 5. daginn og bara allir velkomnir til að koma með hjólinn sín, prófa. Og getur maður verslað þetta eitthvað á netinu eða kemur bara maður verslað hjá ykkur? Hlíðarfjall.is, þar er hægt að kaupa sér miða og allar upplýsingar náttúrulega og svo eru við á Facebook og Instagram og öllum þessum. Getur ekki farið fram með nokkrum manni? Nei, þá getur við að gera það. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu og góða skemmtun. Takk.